Æskotnar, velkomin í Gamesýruna. Það er 50-dagskvöld, 11. júní. Herðu, í gær var Disclosure Day. Ekki hefðbundnum skilning, en ég ætla semst í kvöld að fjalla ferð mína og upplifun í gærkvöldi, en þá fór ég ásamt 2 félögum úr kontakthópnum Kontakt í Kringlubíó í Ásbergssalinn. Sátum hérna í góðar 145 mínútur örugglega. Ég var svo spenntur að ég var óvart mættur 90 mínútum fyrir sem sagt mynd, eða áður en að myndin byrjaði. Ég er búinn að bíða lengi eftir þessari og ég man nú ekki hvenær að þetta kom svona á radarinn að þessi væri væntanleg, og það er allavega eitthvað hálft ár. Ég er sem sagt búinn að, örugglega í hálft ár búinn að vera að forðast trailera, búinn að forðast öll viðtöl við Spielberg og alla þætti tengt þessari mynd, því alltaf hefur verið svona uppljóstra alltaf einhverju meiru og meiru myndina, og þannig að við mættum hérna í gær strákarnir bara algjörlega blanko. Hitti fullt af fólki fyrir utan bíóið, fólk sem að ég þekki, og gaman að því. Ég er ekkert rosalega mikill Spielberg maður. Fyrir mér er þetta svona, þetta er bara svona, hann er svona ævintýrameistari, svona mainstream ævintýrameistari, og búinn að gera náttúrulega eitthvað stórverk og þetta nær til fjöldans. Ég fór daginn í symfóníuhljómsveitina með stelpunum mínum og við horfðum til dæmis á E.T. Þetta er náttúrulega bara, þetta er afþreying og ævintýri, en eins og ég segi, það vantar svona að mínu mati svona einhverja svona dýpt oft á tíðum í sem sagt viðfangsefnið, en hann gerir bara, myndirnar eru bara það sem þær gefa sig út fyrir að vera, þannig að það er ekkert flóknar en það. Þannig að það er engin spurning. Spielberg er maður ævintýranna og kann að ná til fjöldans, og en ef ég til dæmis tala geimveru mynd, svona alvöru E.T. mynd, þá er The Arrival í mínu uppáhaldi. Það er dulúð, það er eitthvað framandi og mjög frumlegt, og hann alltaf dimm íslensk tónlist í þeirri mynd eftir Jóhann Jóhannsson heitinn, og svo myndi mitt svona spurði heimspekilegra spurninga og þá sérstaklega hvað var þar afstæði tímans, sem að tíminn var megin þemi myndarinnar. En í þeirri mynd The Arrival þá var ekkert farið inn á þennan raunveruleika tengt sem sagt djúpryggilsleynd eða eitthvað svona hólfa skiptu skuggaafli. Það var bara eins og verurnar birtust bara out of the blue, og yfirvöld bara vissu ekkert hvað þau voru að gera. Það var eitthvað aðeins annað upp á teiningnum í gær. Og áður en ég byrja, þá vill ég setja bara spoiler alert. Bara undirstrikað með feitletruðum og capital letters. Ef þið eru ekki búin að sjá myndina, en ætlið að gera það, þá ráðleggi ykkur að slökkva núna og horfiði bara á Gamesýruna seinna. Sem sagt að myndinni, þá leikur sem sagt Emily Blunt. Hún leikur sem sagt Margaret Fairchild, sem sagt veður kynnir á lítilli fréttastöð í Kansas, sem öðlast dularfulla og svona geðræna telepatiska hæfileika allt í henni. Hún sem sagt, og svo kemur það seinna í ljós, að hún hafði sem sagt verið valin sem barn. Og það er að finna þetta atriði hérna í myndinni. Þarna var hún búin að tala rússnesku og kóresku og tungumál sem hún talaði sem sagt ekki áður, en hún sem sagt fékk þarna í sig eitthvað afl,
þannig að henni var greinilega ætlað eitthvað hlutverk en í þessu atriði þarna þá verð ég að viðurkenna þrátt fyrir alla mína efahyggju og svona gjarn til þess að gjarn á að fá kjánahroll yfir öllu mögulegu þá þarna fékk ég gæsahúð í þessu atriði þarna þegar að hún upp úr þurru hóf sem sagt, eða fór að tala tungumál ójarnest og sagt að leikonan Emily Blunt, hún sem sagt hún fékk að velja hvort að hljóðin yrðu gerð með gervigreind eða hvort hún myndi gera það sjálf og hún tók sem sagt ákvörðun að gera sjálf þessi hljóð sko Josh O'Connor það er þessi hérna þetta er sem sagt leikarinn hann leikur Daniel Kellner þetta er sem sagt tölvusérfræðingurinn og uppljóstrari sem hafði unnið fyrir svona djúpríkis fyrirtæki og hann sem sagt eða stungin af með gríðalegt magn af gögnum og ætlar að reyna að afhjúpa leyndarmál heimsóknir geimvera 79 ár aftur í tíman þessi gaur þetta er Colin Firth hann þarna lék Noah Scanlon þetta er aðal andstæðingurinn þetta er yfirmaður þessara leynilegar stofnunar eða fyrirtækis þetta er svona einkareikin fyrirtæki sem sagt vill halda sannleikunum leyndum og svo er það Eva Hewson eða Jane Blankenship, það er semst kærast á bandamaður Daniels, semst á flótta undan þeim sem elta þau og Coleman Domingo sem leikur Hugo Wakefield, það er semst leiðtogi andspyrnu hóp sem hjálpar til við að koma sannleikunum í ljósið. Þannig að þetta er svona rogue grúppa af fólki frá þessu tiltekna fyrirtæki sem ég ætla að koma hérna inn á eftir. Sem sagt Disclosure Day er sem sagt vísindaskálsaga og spennumynd fjallar eitt stærsta leyndamál mannkynssögunnar, hvort geimverur hafi heimsótt jörðina og hvort stjórnvöld hafi haldið þeim upplýsingum leyndum í áratugi. Myndin, hún sameinar spennu, ráðgátu og mainstream heimspekilega spurningar sannleikann og hvernig samfélagið bregst við þegar grundvalla skilningur þess á raunveruleikanum er settur í uppnám. Því að á þessum, það er svona sidekick sem sagt, með þema myndarinnar sem sagt, þegar allt þetta disclosure movement er í gangi og þau eru á flótta undan þessu fyrirtæki og agentum þessa fyrirtækis og Noah Scanlon sem er alveg illræmdur þá er sem sagt bara það stefnir í heimstyrjöld og þetta eitthvað staðar held ég í Kóreu það er sem sagt, hvað það var norður eða suður Kóreu eða eitthvað, ég manna ekki, það var alltaf svona suðandi í bakgrunninum þannig að þeminn svolítið var sá að uppljóstrun á tilvist ójarneskra vera á jörðinni og UFO mundi sameina fólkið og einhvern veginn keyra það inn í meiri samkennd og leysa okkur þá undan þessari ánauð tvíhyggju og sundrungar. Og sagan hefst þess að þegar að veðurfræðingurinn Margaret Fairchild verður fyrir tengslum við ójarnest afl, vitund, talar tungum í beinni útsendingu, talar öll tungumál, ja, þannig, hún sem sagt talar hérna eins og ég sagði rússnesku og kóresku, hún dettur þarna í hálfgjörð trans, bara í beinni útsendingu. Hún fyrir að lesa hugsanir, getur tengst huga fólks, þannig að það má segja að hún hafi öðlast hálfgjörð superpower. Hún reynir að skilja hvað er að gerast en áttar sig smá saman af því að reynsla hennar tengist einhverju miklu stærra en hún hafði ímyndað sér. Á sama tíma er sem sagt hann þessi gaur lengst til hægri, David Kellner, tölvusérfræðingur og uppljóstrari, hann er búinn að stela leynilegum myndböndum á hörmdiskum sem benda til þess að stjórnvöld og áhrifamiklar stofnanir hafa árum saman falið upplýsingar möguleg samskipti. Það koma svo í ljós tengsl milli þessara tveggja einstaklinga, Fairchild og Kellner. Þau höfðu sem sagt átt sem börn að hafa átt sem sagt þessa sameiginlegu abduction reynslu og þarna komum við inn í dulúð myndarinnar sem snýr að afstæði tímans og ásetning þessara vera eða ásetning brottnáms tilfella. Það eina sem kemur fram hvað varðar ásetning er, og þetta er svona farið rosalega grunnt á það sem ég finnst sorglegt, það er
en svo sé ekki ætlast til þess að mainstream venjulegt fólk bara skilji þegar það er komið á dýftina hvað var þar sko að afmá tvíhyggju og komast inn í raunverulega samkennd eða einingu. Það eina sem sem sagt farið inn á í þennan ásetning sem sagt samkennd og að samkennd sé lykill að þróun lífs og samfélaga og langtíma verkefni sem sagt þessara ójarnesku vera snúa því að leysa upp djúpríkið með tilherrandi skilyrtri samkennd og legum. En að þessu fyrirtæki og þarna komum við að sko djúpríkinu, þessu hólaskipta djúpríki og í þessu tilfelli bara verktaki ríkis eða sem sagt verktaki fyrir ríkið á sviði, já, þannig kom ekkit fram á hvaða sviði en greinilega hátækni svið, möguleg vopnaframleiðsla og varnar, þetta basic en það var svolítið skautað yfir þetta, það eina í rauninni sem kom fram var að þeir bjuggu þarna greinilega yfir hálfgerðum her af einhverjum agentum, vopnum og þeir bara voru þarna eitthvað að gunna á eftir þeim tveimur þarna alla myndina með sírunur og byssur á lofti en þetta sem sagt Colin Firth, leikarinn sem leikur Noah Scanlon, þessi Noah Scanlon, hann leiðir þetta fyrirtæki sem heitir Vortex. Daniel Kellner og Hugo Wakefield, þeir sem sagt störfuðu fyrir Vortex. Þetta sem sagt skáldafyrirtæki og sem virðist tákna, þetta svona sambland á leynilegum ríkisstofnunum og stórum varnarmála verktökum sem koma oft fyrir í svona almennt samsæriskenningum og ekki bara það heldur frásögnum sem sagt uppljóstrara sem eru og hafa verið hátt settir innan ríkis og einkageirans. Og það bara staðan síðustu, já, allavega 20 ár. Samkvæmt þeim kenningum og fullyrðingum sem koma fram í sem sagt raunveruleikunum í umræðinni, þá hafa sumir bent á sem sagt stór varnar og flugtækni fyrirtæki, þá eins og Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Defense og Raytheon. Og hann má nefna kannski að nokkri þekktir uppljóstrarar og meðal annars David Gross, hann hefur haldið fram að enga verktakar hafi haft aðgang að óvenjulegum tækjum eða efnum tengt UAP eða UFO rannsóknum. Þetta náttúrulega ekkert nýtt. Það var einnig nýverið komið í ljós að Jake Barber, sem ég hef nú fjallað hérna, þyrlu flugmanns verktækin, ég fjallaði hann hér, hann sem sagt starfaði við Crash Retrieval eins og hann hefur sagt frá í sínum viðtölum. Og það hefur komið fram, hann vildi nefnilega aldrei gefa upp sko, hvaða fyrirtækið það var einhver enga verktæki. En það hefur núna komið fram að það var Northrop Grumman. Hugo, sem sagt aftur á myndinni, eins og ég segi, hann leiðtogi uppljóstrunar hreyfingar. Og lokatakmarkið að koma Kellner og Fairchild saman og uppljóstra öllum gögnum sem sagt með yfirlýsingu. Og þá í þessu tilfelli þá það yfirlýsing frá sem sagt veður athugun á konunni, frétta konunni henni Fairchild. Og Noah reynir sem sagt eftir fremsta megni að stöðva þetta ferli, hann bara eftir þeim allan tíman, lungaðamyndinni og ýmist sem sagt í lungaðamyndinni eru Kellner eða Fairchild ýmist í sikkura lagi eða saman á flótta undan Noah. Þetta svolítið klysjukent nefnilega. Það sem kom einnig fram hérna, það í fyrirtækinu Vortex, þeir virtu spúa yfir einhvers konar útgáfu af remote viewing eða meðutundar tækni. En myndin sýnir hana sem blöndu af háþróaðri tækni undir einhvers konar ójarneskum áhrifum og svo þetta kemur inn í sálrænir hæfileikar einstaklingsins og þá í þessu tilfelli Noah, hann sem sagt remote viewaði þetta og þegar ég sé þessi atriði og sé hann í þessari stöðu og þegar það fjallaði þetta remote viewing svið, fyrsti maður sem kemur upp Hal Puthoff. Því að sko hefðbundið remote viewing bara eins og kemur fram í lýsingum raunverulega uppljóstrara sem og í staðfestum opinberum skjölum verkefni eins og Project Stargate, þá hefur þessu bara verið lýst. Project Stargate var sem sagt bandarist leyni verkefni sem stóð yfir frá 7. áratugnum og fram til þess 10. og að stofnaði mitt af Hal Puthoff og fjármagnað meðal annars af CIA og DIA sem Defense Intelligence Agency til að rannsaka hvort hægt var að nota remote viewing eða fjarskynjun í njósnum og það reyndist rétt
en sem sagt remote viewing, þú sem sagt sérð á fjarlæga staði á þess að verðar, þú getur lýst herstöðum, byggingum eða atburðum á leynilegum stöðum, safnað gagna upplýsingum eða njósna upplýsingum með sálrænum hæfileikum. Sá nýverið viðtal hjá Jesse Michaels held ég, og hann var að taka viðtal við eitthvað svona gamlan remote viewer sem að sagðist, sko, hann remote viewaði Saddam Hussein á sínum tíma og hann sem sagt finnur í híbýlum Hussein þegar þeir sem sagt réðust þar inn, áður en þeir réðust þar inn, sem sagt bandaríski herinn, þá fann hann sem sagt underground vopnabúr og það sem að í rauninni hurðin inn í vopnabúrið var í gegnum sem sagt óvirt loftræsti kerfi. Hann sem sagt sagði frá því. Og hann má líka geta þess að samkvæmt uppljóstrurum í gegnum tíðina þá þetta bara virkaði þetta og forsetinn Jimmy Carter sagði meðal annars frá atviki þar sem lítil tveggjarhreyfla flugvél hefði farist einhvers staðar í Mið-Afríku og þeir tókst ekki að finna hana með hefðbundnum aðferðum en samkvæmt Carter sagði semst yfirmaður CIA honum síðar að miðill eða fjarskyggn einstaklingur innan Project Stargate hefði hjálpað til við að finna flakið. Og það önnur saga líka tengt þessu og það var einn í Afríku og það var Mick orrustuþota sem að hafði hrappað og bandarækjumenn vildu ólmir komast í hana til þess að kortleggja tækni anstæðingsins og í gegnum Project Stargate og þetta er viðurkennt sko, þetta hefur verið gert opinbert og auðvitað í frásögnum þáttakanda þess að tóku þátt, þá er sagt sem sagt að þessi tiltekni remote viewer, hann fann flakið á þotunni, það var semst Mick, sprengju og njósnaflugvél sem hafði farist ekki stær í Afríku og staðsetningin sem hann benti á hefði reynst nákvæm, hún var innan við 2 kílómetra, altså radíusun á leitarsvæðinu. Að Disclosure Day myndin endar sem sagt að því að uppljósturinn á sér stað, obviously, og myndböndum er streymt á alla fréttavetur ásamt yfirlýsingum Margaret Fairchild sem er þá búin að öðlast full power á hæfileikum sínum. Sú sena fannst mér, verði að viðurkenna, hún var áhrifaríkust. Hún hafði áhrif á mig. Það voru sýnd myndbönd, náttúrulega ekki alvöru myndbönd, þetta voru Spielberg Production frá alls konar UFO tilvikum, atvikum eins og Roswell 1947 með látnum verum og svo var þetta bara fólkið allir með síman á lofti og horfa fréttirnar í beinni og allir sjúklega sjokkeraðir og svona skýrar svarthvíta myndir og svo var það Kecksburg atvikið frá 1965 nema þar var lifandi vera og svo voru notuð svona önnur atvik sem að meira sem svona tilvísun og þá sem sagt í raunverulega atvik eða raunverulegt myndefni og sem kannski svona alvöru UFO áhuga fólk eða rannsakendur þekkja, þannig að maður þekkti svona það var svona verið að reyna að kopja hinn og þessi myndbönd og hinn og þessi svæði eða tilvik og eitthvað sem maður þekkti en kannski eitthvað sem venjulegt fólk þekkir ekki en þau sem sagt voru ekki nefnd en Roswell og Kecksburg voru nefnd. Spielberg virðist hafa sótt innblástur í margar frægustu UFO sögum síðustu 80 ár og blandaði þeim saman í eina stóra disclosure frásögn þarna í lokin, þetta var löng sena við erum að tala um sko 100 gigabæta af efni sem var þarna bara dælt í allar fréttastöðar í Norður-Ameríku og það eins og ég segi og þetta segja, þetta var áhrifa mikið. Þetta endaði ekki þar. Það þurfti að toppa þetta með þarna glimmeri á rúlutertuna. Heldur var svo, þau voru þarna í svona sjónvarpsstúdíói, heldur var einni gamalli geimveru rúllaði inn í stúdíóið í hjólastól. Líklega þessi geimvera sem átti að hafa náðst í Kecksburg. Henni rúllaði hérna inn og hún er 2,5 metrar á hæð og þessi nú með myndafinni hérna staðar, ég geti bara sýnt ykkur hana. Hérna er þetta, hérna er hún er ekki frýnileg. Henni semst rúllaði inn. Hvar er ég? Já. Julie Babidoo. Hvar var ég? Datt hann út? Já, hérna er ég. Já, henni var rúllað inn í TV-stúdíóið og hún semst mætti Kellner og Fairchild þannig í blálokkin og hvíslar aðeim einhvern leyndardóm
sem ekki var gefin upp því svo endaði myndin. En þetta tiltekna atriði, þetta var mjög kitsch og mögulega hefur alveg mátt sleppa því. En það sem sagt, þetta vísa svolítið í það sem að margir efahyggjumenn eins og Neil deGrasse Tyson hefur sagt í áratugi. Hann hefur droppað þessu oft, bring me the alien, show me the alien. En hún var sem sagt sköffuð þarna í lokin sem lokahnykkur í einhvers konar borgaralegri uppljóstrun frammi fyrir heimsbyggði beinni útsendingu, eitthvað sem að mjög líklega aldrei á eftir að eiga sér stað. Ok, myndin sýnir öll þessi atriði og samhengi sem uppljóstrarar hafa sagt til í áratugi. Það fer ekki milli mála. Auðvitað margt sem vantar en allt sem kom þarna fram er eitthvað sem ég hef heyrt frá uppljóstrarurum sem gerir þetta áhugavert. Hún sýnir, og þarna bara hann í lokin, ég fekk bara tár í augun, því að hún sýndi þarna bara innihald UFO, bókarinnar sem ég skrifaði fyrir ári síðan, af mikilli nákvæmni. Og eins og ég segi, bara við það eitt og sér í lokmyndar, þá fekk ég hreinlega tár í augun. Bara yfir því að hafa fengið þann heiður, að hafa fjallað málaflokkin á þennan hátt sem ég gerði, áður en að myndin kom út. En myndin var klisja. Þetta var mainstream klísja en ég vil samt sem að meina að það hafi verið nauðsynleg klísja. Því þetta megin þorri manna náttúrulega bara illa upplýst og fólk vill afþreyingu og klísju og það fekk afþreyingu og klísju. Það bara tungumáli sem flesti tala þegar kemur að UFO málaflokknum. Ég hefði einnig viljað fá að sjá alvöru disclosure mynd með vísindum, mögulegum tengslum við bara mennskuna og þá í fornsögulegu samhengi. Þá hvað þar eru búin að vera hérna lengi þessar verur og hvernig snertir þetta uppruna mannsins, uppruna trúabragða. Ég hef viljað sjá spurningum svarað hver við erum, homo sapiens, hver er maðurinn, hvert er hlutverk okkar í þessum heimi. Og svo var það þessi Spielberg tónlist, hún var einnig að fara í töðunar á mér. Allt þetta symfóníu brass. Og þarna kemur náttúrulega Arrival sterkt inn, skilur. Þar var bara drungi og dauði, og dulúð og ég bara elskaði það. Eitthvað frumlegt. Það hefði mátt vera aðeins meira frumlegheit í tónlist. En eins og ég segi, þá hefði þetta ekki verið Spielberg-mynd. Þannig að eins og ég segi, ég veit það var verið að pakka þessu saman fyrir fjöldan og ég bara ber virðingu fyrir því. Spurningin sem situr eftir hver verður einmitt fyrsti uppljóstrarinn sem sagt í alvörinni sem til vill kemur á sjónarsviðið í raunverulegum ET-tengslum og með raunverulegt sönnunagagn. Nú berjast þingmenn og uppljóstrarar í þágu uppljóstrunar en einkafyrirtækin og ríkisreknar black budget deildir þar segja ekki neitt, það heyrist ekki múk í þeim. Það bregðast ekki við neinum fullyrðingum, þau bara þegja og þau fela sig, sækjast ekki eftir athygli, en það vitum við lítið hverjir þessar einstaklingar eru. Við getum skoðað þetta hérna aðeins, varðandi þessa vísindamenn og þessa ofusta og þetta fólk tengt þessum málaflokk núna, sem sagt, nú er ég komin í alvöru heiminn, sem hafa verið að hverfa af sjónarsviðinu og þetta í alvörunni dularfullt. Ég ekki bara með álhattinn á loftið. Þetta sem sagt Matthew James Sullivan. Hann í rauninni hefði átt að vera Daniel Kellner. Fyrrverandi bandarískur leyniþjónustumæður og flughersmaður sem samkvæmt fréttum og bara umfjöllun. Hann hafði, ekki bara samkvæmt, þetta samkvæmt yfirlýsingum þingmanna. Hann hafði samþykkt að ræða við þingmenn í skif, leyndarrými og hann átti pantaðan tíma með þeim nema 2 vikum áður en hann átti að mæta. Þá lést hann. Þetta var árið 2024 og það talað að hann hafi verið þungavíkta maður í reverse engineering á UFOs. Dánarorsök í þessu tilfelli var skráð sem slys vegna lyfja og áfengisblöndu en málið mjög umdeilt. Svo það auðvitað William Neil McCasland, fyrrverandi hershöfðingi sem tengdist leynilegum rannsóknarverkefnum á Wright-Patterson Air Base og það hefur einnig komið fram að hann var djúpt gíraður inn í UFO málaflokkin. Hann starfaði við þetta. Hann semst var tilkynntur týndur hérna held ég í febrúar 2026 og hann hefur ekki fundist í hann. Ótrúlegt, hann gufaði upp. Og svo ég skrifaði
ítarlega auðvitað þessa einstaklinga í minni nýju bók UFO 202 og þá sérstaklega varandi Amy Eskridge. Hún hefur vakið, hennar nafn hefur vakið mikla athygli í þessari senu núna upp á síðkastið. Hún alltaf bara hvarf. Hún var búin að kortleggja þetta. Hún var búin að vera í samskiptum bæði við Lou Elizondo, hún var búin að vera í samskiptum við Hal Puthoff og hún hafði upplifað hótanir, innbrot og í lokin var hún farin að posta og hún var farin að finna fyrir svokölluðu svona Havana syndrom ástandi, þar sem að hendurnar á henni voru orðnar brenndar. Þannig að það var greinilegt að einhverju orkuvopni var verið að beita á hana hún sat í íbúðinni sinni og vann. Hún var semst rannsakandi og frumkvöðull í Huntsville, Alabama. Ég hef fjallað hana ítarlega í einhverjum af þessum þáttum hérna fyrir þáttum. Hún tengdist rannsóknum á óhefðbundnum propulsion eða knúningskerfum og þá semst með hugan að svokölluðu anti-gravity eða antisegulafls tækni. Og hún var semst líka meðstofnandi og það það sem að hræddi djúpríkið greinilega samtaka Institute for Exotic Science. Ég hef búin að fara inn í það hérna, hvað það var og ég ætla ekki að gera það aftur en þetta stór dularfullt. Það sem gerir mál hennar umdeilt að hún fannst látin 2022, 34 ára gömul. Opinberlega var dauðsfallið skráð sem sjálfsvíg af völdum skotsárs en mjög stuttu áður en hún lést þá var hún búin að skrifa mail sem hefur verið birtur á eitt sinn besta vin eða kollega eða kollega þar sem að hún tók það einmitt fram að hún myndi aldrei látast úr overdose, hún myndi aldrei fremja sjálfsvíg og hún myndi aldrei ráðast inn í neina stofnun og fremja eitthvað fjöldamorð og var þó að vísa í ákveðið tilvik sem hafði átt sér stað nokkrum árum áður einmitt í Huntsville, Alabama. Sko, eins og þá erum við ekki búin að upplifa raunverulegt Disclosure Day. Þetta var allt í plati. Þó svo að ég og ótal aðrir við teljum okkur vita sannleikan, allavega í nógu miklu magni til þess að geta saumað saman trúverðuga narratífu. En eins og þá erum við bara ennþá í bíó með Pop og Coke. Tímasetningin, dularfull, óvenju nákvæmt það sem kom fram þótt að miklu hefði verið sleppt. Og maður spyr sig hvaða hlutverk þessi mynd á að eiga fyrir narratífuna sem að verið að framleiða núna ofan í fjöldan og trúið mér, þessi mynd ekki að koma út á ástæðulausu, þessu stýrt. Þetta hluti af controlled disclosure. Ég veit það upp á 100%. Ég sá hana í gærkvöldi síðasta þriðjudag var svona pressure campaign fundur eitthvað í Washington, þar komu fram uppljóstrarar og þingmenn, það verið að beita Hvíta húsið þrýsting. Hvað þetta? Þetta eitthvað sýndarleikur? Veit ekki. Og við erum komnir núna á morgun eru sem sagt 3 vikur frá síðasta droppiðin á war.gov, þannig að við gætum alveg átt von á 3. droppiðin á stríðsmálaráðuneytinu. Og ég held, ef það kemur, hvort það sé á morgun eða næsta föstudag, hvernig sem það ég held að skalinn verður hækkaður. Ég held að við séum að fara að fá staðfesta tilvist ójarneskra vera. Það séu búin að vera lengi og við séum mögulega búin að vera með flýildi í haldi eða flýildi í okkar vörslu innan einhvers konar djúpríkisdeilda og mögulega getur þá verðandi eða dröga nýri tilskipun Donald Trump komið á góðum nötum þar sem að uppljóstrurum verður gert heimilt að stíga fram eftir að hafa í rauninni unnið ólöglega vinnu án þess að það hljótist afleiðingar af því sem sagt þeir fá svokallað immunity. En það sem að ekki verður sleppt það það sem skiptir máli. Og það hefur með kraft, völd og power að gera. Hvað sem við séum að tala andlegt power, superpowers, því það má ekki valdefla borgaran
sem og hernaðarleg og varnarleg superpowers hvers ríkis fyrir sig og þó í þessu samhengi Bandaríkin. Bandaríkin, djúpríkisdeildir innan Bandaríkjana eru aldrei að fara að uppljóstra hérna einhverjum veruleika tengt anti-gravity eða tækni sem að gerir okkur kleift að brjóta lögmál tíma og rúms, fara frá einu stað til annars, í raunin ekki í tíma. Remote viewing, þetta allt þetta vúvi grillaðstöf, því verður haldið frá okkur. Ekki nema að einhver sena eigi sér stað eins og í þessari mynd sem ég sá í gær. Það sem að einhver rogue uppljóstrari tekst að koma einhverju smygluðu efni, leknu efni á framfæri áður en viðkomandi aðili tekin af lífi. Það bara þannig. Herraskutnar, þetta lengsti geimsýru þáttur fram að þessu. Ég biðst velveringar á þessu en ég þurfti að fara ítarlega í þetta. Þetta krafðist greiningar. Og þetta segja það. Ég mæli með að sjá þessa mynd. Ég að fara aftur í næstu viku því að ég fekk skilaboð í gær bara frá Sambíónum. Þau sem sagt, einn af eigundum Sambíóna, hann sem sagt sendi mér skilaboð og hann sagðist að fylgst með minni umfjöllun málaflokkin og fann sig knúinn til þess að bjóða mér og frúnni í Ásbergarsalinn. Þannig að ég að fara aftur í næstu viku. Og ég sagði bara já takk og bara góðu stíll og bara algjör óþarfi, hann hefði ekki þurft að gera það en ég bara mjög þakklátur fyrir að hafa já, bara fengið sá heiður að vera boðið aftur í bíó. Það ekki á hverjum degi sem það gerist. Herraskutnar, ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Þetta var mín greining kvikmynda gagnrýni á Disclosure Day. Þið getið followað eða subscribeað Geimsýruna á TikTok eða YouTube ef þið hafið áhuga. Ef ekki, þá skiptir það heldur engu máli. Þið getið fylgt mér á Facebook undir nafninu sem ég var skírður 1976, 1. júlí. Nei, þá ég reynda bara fæddur. By the way, krakkar, ég var bara afmæli, ég verið að vera 50. Believe it or not. En sem sagt, já, einmitt. Þarna misti ég þráðinn. Herraskundar, þykir vænt ykkur, þetta næst. Namaste.